Ég vil nú byrja á því að hrósa meirihlutanum, byrja á jákvæðum nótum og hrósa meirihlutanum fyrir að hafa leiðrétt í sumar þau mistök sem voru hér gerð á fyrsta fundi þessarar bæjarstjórnar þegar að meirihlutin stóð að því að brjóta jafnréttislögin við kjör í nefndir á vegum sveitarfélagsins. Þá var þrátt fyrir ábendingar okkar sjálfstæðismanna á þeim fundi að það voru nú ekki gerðar breytingar á nefndarskipan þá en meirihlutin leiðrétti þessi mistök á fundi í bæjarráði í sumar og skipaði nýja fulltrúa meðal annars í fræðsluráð til þess að uppfylla lög jafna stöðu karla og kvenna í nefndum og vegum opinberra aðila og það var jákvætt skref og til fyrirmyndar. Ég ætla líka að hrósa meirihlutanum fyrir valið á nýjum bæjarstjóra sem tekur til starfa í byrjun september. Ég lýsti því skýrt hér á bæjarstjórnarfundi í lok júní að ég teldi að bæjarstjóri í Reykjanesbæ þyrfti fyrst og fremst að hafa skýra pólitíska sýn til þess að fylgja eftir þeim verkefnum sem að honum eru falin af hálfu bæjarráði og bæjarstjórn. Og bæjarstjóri hefur svo sérfræðinga hvern á sínu sviði til þess að vinna að hinnum faglegu þáttum. Og það svo niðurstaða sem orðið hefur við val á nýjum bæjarstjóra að þar auðvitað einstaklingur með skýra pólitíska sýn. Þó að það sé kannski ekki mitt að gagnrýna og ég sjálfur sér ekki sjálfur persónulega að gera athugasemdir við það, þá ágætt að nefna það samt að ráðning Kjartans Más Kjartanssonar auðvitað sjálfsögðu í hróplegu og ósamræmi við það sem að fulltrúar meirihlutaflokkana höfðu talað fyrir kosningar. Það sem þeir höfðu talað gagnvart sínum kjósendum og fyrir sínum kjósendum og fyrir bæjarbúum. Sá einstaklingur, hann átti að vera ópólitískur, hann átti að vera sérfræðingur í endurskipulagningu skulda og hann átti, gott væri að minnsta kosti ef hann yrði kona. Þetta var nú svona það sem stóð upp úr þegar maður fór í gegnum það hvaða loforð þeir einstaklingar sem hér sitt í meirihluta höfðu talað gagnvart nýjum bæjarstjóra. Kjartan Már Kjartansson, fyrrverandi bæjarfulltrúi og bæjarráðsmaður í Reykjanesbæ, oddviti Framsóknarmanna, að sjálfsögðu ekki ópólitískur frekar en nokkur af okkur sem situm hér við þetta borð. Hann hefur góða rekstrarreynslu en hann engin sérfræðingur í endurskipulagningu skulda og hann klárlega ekki kona. Svo mikið víst. En eins og áður segir þá þurfa meirihlutaflokkarnir ekki að svara þessu gagnvart mér en þeir þurfa væntanlega að svara þessu gagnvart sínum kjósendum, gagnvart bæjarbúum og hvernig stendur á því að mönnum takist svona við fyrstu stóru ákvörðun þessa meirihluta að brjóta svona gegn því sem að menn höfðu áður sagt og brjóta 1/5 af þessum ágæta málefnasamningi sem að menn skrifuðu undir hér í upphafi þessa kjörtímabils með því að hafa ráðningarferli bæði ófaglegt eða pólitískt, það var kannski ekki ófaglegt en það var að minnsta kosti pólitískt og það var ógagnsætt. Það má kannski segja að ráðning Kjartans sé nokkur sárabót fyrir Framsóknarflokkinn eftir að meirihlutin hér í bæjarstjórn tók þá sérstöku afstöðu að fella tillögu okkar sjálfstæðismanna í bæjarráði í sumar að heimila ekki Framsóknarflokknum að hafa áheyrnarfulltrúa í fastanefndu sveitarfélagsins án þess að til þess kæmi sérstök greiðsla. Ég get vel skilið og studdi það að það væri ekki verið að auka kostnað við stjórnsýsluna með því að heimila fulltrúa á nefndarlaunum en ég afar hissa á þeirri ákvörðun meirihlutans að samþykkja ekki að hafa áheyrnarfulltrúa Framsóknarflokksins í nefndum án greiðslu og það svolítið í ósamræmi við það sem að meirihlutin talaði í kosningabaráttunni aukið lýðræði og opnari stjórnsýslu. Síðan ætla ég að fjalla afgreiðslu formanns bæjarráðs í 9. lið tillaga áheyrnarfulltrúa ásamt greinargerð bæjarfulltrúa Framsóknarflokksins. Þar tel ég hann hafa gert afglöp og ég kvartaði yfir þeim afglöpum til innanríkisráðuneytisins sem gaf út álit núna í vikunni
á mánudaginn var, hún kom nú fyrir helgi einhvern tímann. Og það sem að innanríkisráðuneytið skautar í kringum málið eins og köttur í kringum heitan graut. Tekur ekki á neinu og gerir andskotan ekki neitt. Af hverju? Vegna þess að þeir hafa enga lagaheimildir til þess. Og við það situr. En því miður þá situm við ennþá með óþólandi lýðræði í Reykjanesbæ og á Íslandi í raun og veru líka. Og það er mikið óþólandi að því verður að breyta. Og ég get ekki breytt vantarlega hér í minnihluta, en ég mun beita mér fyrir á landsvísu, að Framsóknarflokkurinn á landsvísu og innan sambandsins, Sambands íslenskra sveitarfélaga, að þeir breyti sér fyrir lagabreytingu. Þannig að það er óþólandi, það er gjörsamlega óþólandi að íbúar Reykjanesbæjar og pólitískir fulltrúar þar búi við annað lýðræði heldur en í Kópavogi eða Hafnarfirði eða Reykjavík. Það er gjörsamlega óþólandi. Og það er háð þá túlkun meirihluta á einhverjum lagagreinum. Það er ekki hægt. Það stenst ekki jafnræðisreglu. Það er útilokað. Annaðhvort verður að afnema þetta álit eða þessa lagagrein eða þessa lagastofum eða málsgreinum áheyrendafulltrúa eða skerpa á henni. Þannig að það sé skýlaus réttur þeirra sem að fá kjörinn mann í bæjarstjórn, að þeir eiga skýlausan rétt á áheyrendafulltrúa í nefndir og ráð. Hvort sem það, og það er þá varðandi launin, það er annað. Og alveg eins og ég lagði til á síðasta bæjarstjórnarfundi, þá tilnefndi ég 5 eða 6 áheyrendafulltrúa Framsóknarflokksins í nefndir, og svo kom ég með að loka, þá kom ég með tillögu að þeir hefðu byggjum við sömu kjör og aðrir annað nefndarfólk í nefndum bæjarins. Þetta eru 2 mál. Það er annars vegar tilnefningarnar og hins vegar kjörin. Og af hverju segi ég að formaður bæjarráðs hafi gert afglöp? Hann tekur bæði málin og setur í eitt. Og þetta er eitthvað sem heitir svona, ég veit ekki hvort að meirihluti nýi gerir sér grein fyrir hvar hann er staddur og á hvaða tíma. Þetta er svona gamla pólitíkin. Þetta er svona fyrirhrunspólitík. Það er annað, við erum að lifa aðra tíma 2014 eða 2007. Það eru tveinir ólíki tímar. Og við fengum álitlega og feita skýrslu hrunið, rannsóknarskýrslu Alþingis, þar sem er mikið talað lýðræði og gegnsæi. Aðkomu fólksins og kjörinna fulltrúa að málefnum. Nýr meirihluti kýs að hunsa það álit og hunsa nýja sýn á lýðræði í dag, og mér finnst það óþolandi, og ég ætla ekki að beita mig fyrir því breytingum í Reykjanes, í bæjarmálasamþykktum, en ég mun gera það á landsvísu, og hvar sem ég kem, mun ég tala ólýðræðið í Reykjanesbæ, ólýðræðið meirihlutans í Reykjanesbæ. Við skulum fá að heyra það þangað til þetta breytist. Ég skal lofa því. Það er ánægjuefni að nýr meirihluti réð fyrrverandi Framsóknarmann. Hann er því miður búinn að segja þessu úr Framsóknarflokknum fyrir löngu síðan. Kjartan Már er góður og mætur maður og hann kann sitt fag. Hann þekkir það sem hann er að fara út í og hann er ekki öfundsverður að því hlutverki sem hann er búinn að taka að sér. Það er svolítið hugað af meirihlutanum að gera þetta. Það er ekki allir sem hefur þorað að gera þetta, og ég trúi ekki að Sjálfstæðisflokkurinn hafi þorað þessu, þó að hann hefur verið í meirihluta, en séðan á því. Og ég tel að Kjartan Már hafi ekki verið ráðinn út af pólitík. Hann var kannski pólitískt ráðinn vegna þess að það er pólitík sem ræður hann. Það er meirihluti Reykjanesbæjar sem ræður hann, en ég er ósammála bæjarfulltrúa Böðvari að þetta hafi verið pólitísk ráðning. Hann er ráðinn vegna hæfileika sinna, ekki vegna pólitíkus. Framtíðarsýnar, eins og kom fram í álitinu sem við fengum í bæjarráði í síðustu viku, að það er framtíðarsýnin og hæfni hans sem einstaklings sem að hann fær þetta embætti, og ég er bara mjög glaður með það. Það eru 4 ár síðan að ég
stóð hér síðast á þessum stað. Gaman að vera komin tilbaka og ég heyri að það hefur lítið breyst. Ekki mikið breyst. Menn eru greinilega ánægðir með að maður skulle vera komin tilbaka. Heyri það. Og hafa legið yfir viðfangsefnunum í allt sumar, tilbúnir til að takast á þessi verkefni sem að bíða okkar. Og það er gott. Það er ýmislegt þarf að gera og það er gott að hafa hér einstaklingar sem eru tilbúnir til þess að minna okkur á þegar við erum að gera rangt, þegar við erum að brjóta lög. Það gæti líka þurft að koma til að ég þurfti að minna félaga minn Böðvar á að sveitarstjórnarlög hafi verið brotin af ýmsu tilefni hér í gegnum tíðina vegna ýmis ákvarðana sem hafa verið teknar hér við stjórnvölinn undanfarin ár. Þannig það gæti líka farið svo að ég þyrfti að standa hér upp og minna menn á það. Böðvar agnúast yfir því að hann hafi ekki fengið upplýsingar alla þá umsækjendur sem sóttu Ég minnist þess ekki allavega frá því að ég fór að velta fyrir mér pólitík. Að sjálfstæðismenn í Reykjanesbæ hafi nokkuð tíman velti fyrir sér að spurja minnihluta í bæjarstjórn Reykjanesbæjar eða bæjarstjórn Keflavíkur að því hvort að þeir hafi áður að koma ráðningarferli bæjarstjóra. Það hefur bara komið hér beint inn í bæjarstjórn og tilkynnt. Það verður aldrei, mönnum verður aldrei dottið í huga að spurja, býtu, hafið þið áhuga því að ráða Árna Sigfússon? Teljið hans í hæfur? Eða hafið þið áhuga því að ráða Ellert Eiríksson? Teljið hans í hæfur? Þetta hefur bara aldrei komið inn á borð nema þeirra sem að sátt í meirihluta. Þannig að menn er ekki að breyta svo sem miklu þar. Fyrir utan það að við vorum að vinna með umsóknir sem að við töldum að, og margir þeirra voru hreinlega búin að óska eftir því að nafnleynd og vildu helst ekkit að þeirra nafn færu í loftið vegna þeirra starfa sem þeir voru að vinna þessa stundina. Þannig að þetta var bara mjög vandlega farið hvernig aðeins er í staðið. Böðvar var sjálfur í bæjarráði í síðustu viku þar sem lagt fram blað sem að Kristín hefur hér minnst á, bæjarfulltrúi Kristín, hvernig staðið var að þessu ferli öllu saman. Og þar var útlistað hvernig þetta var gert og manni fyrst skrítið að það sé verið að draga því efa að eftir því hafi verið farið og kannski að það sem komið fram í þessu áliti sé bara lygi frá þessum aðila sem að taldist vera fagaðil í málunni. Að hann hafi kannski ekkert komið á ráðningunni. Kannski hafi þetta bara verið Gunni sem hafi stjórnað þessu. Og hann hafi bara kallað alla heim til sín. Þetta hafi kannski bara verið þannig. Við séum að eyða 790.200 í ekki neitt. En það stóð í þessu bréfi að það hefði verið sótt á 320 einstaklinga. Það stóð í þessu bréfi að það hefði verið 5 kallaðir í viðtöl. Þar sem að valnefnd hafi hitt þessa 5 einstaklinga ásamt fulltrúa frá Hávangi. Og það stóð líka í þessu bréfi að Hávangur hafi mælt með 2 sem að hafi verið taldir mjög hæfir og bera af. Og það var síðan auðvitað okkar að gera upp á milli þessar 2 einstaklinga sem að fóru alla leið, ef segja má svo. Þannig að við vísum þessu bara til föðurhúsanna. Við teljum bara að þetta hafi verið eins faglega að þessu staði eins og hægt var. Og aldrei eins faglega eins og núna. Aldrei nokkuð tíman í sögu þessa sveitarfélags. Þannig að þetta var bara allt með ráðum gert. Það var ekkert verið að halda neinum fyrir utan þetta. Við gerðum þetta. Lýðræðið er þó það að við vorum 3 flokkar að ræða saman. Hingað til hefur þetta bara verið 1 flokkur sem hefur verið að stjórna öllu. Bara 1 ríkisflokkur, 1 sveitarstjórnarflokkur sem hefur bara ráðið öllu. En það voru þó 3 framboð sem að þurftu þó að hafa þetta mál samráð og komast að niðurstöðu í málinu. Það hefur ekki þurft núna í langa tíma. Ekki frá því að Sjálfstæðisflokkurinn myndaði meiri hluta með Framsóknarflokknum.
Þannig er nú það, Böðvar minn, og þú verður bara að sætta þig við það. Þetta var bara unnið eins faglega eins og kostur var. Menn eru svona veltaði fyrir sér hvernig þessi bæjarstjóri eigi að vera í laginu, hvort hann eigi að vera sléttur af framann eða í efri partí eða neðri partí. Einhvern tímann hafði ég látið það frá mig fara að ég hvetti konur til að sækja um. Ég sagði líka sama viðtali, ég hvetti alla heimamenn til að sækja um, sem hefðu hérna til þess bærni að geta sinnt þessu starfi. Og sagði líka þessu viðtali, við ráðum ekki konu bara því hún er kona. Hún verður að vera svo sem verður metin hæfust. Og það voru konur sem sóttu en þær voru bara ekki metnar hæfastar. Það var bara þannig, en það var ekki af því að við mátum það ekki þannig, það var af því að hafangu gerði það. Ferlið var bara þannig að við höfðum ekkert með það að gera hverju voru kallaðir í þessi viðtöl. Við fórum bara að ráðleggingum þeirra sem höfðu með málið að gera og þóttust vera sérfræðingar, eða þóttu vera sérfræðingar í málinu. Þess vegna kom það til að það enduðu í úrtakinu 2 einstaklingar sem voru heimamenn og því bara fagna, ég fagna því, en hvoruðu þeirra var kona. En bara þeir voru þeim kostum gættir að komast alla leið. Við kynntum í bæjarráði nafn þeirra einstaklinga sem komust í þetta 5 manna úrtak og Böðvar Jónsson bæjarfulltrúi var ekki staddur í því bæjarráði, þannig að þeir sem voru í því bæjarráði fengu upplýsingar um þá. Það var nefnt í trúnaði inn í bæjarráði. Þannig að það var ekkert verið að fela það fyrir neinum, nema náttúrulega þeim sem ekki voru þar. Menn eru ennþá að velta fyrir sér hvernig út af hverju við vorum svona vond við Framsóknarflokkinn og taldum ekki rétt að fjölga fulltrúum í nefndum. Bæði fulltrúi Kristín og Böðvar hafa á þessu miklar áhyggjur. Kristín nefnir hér að innanríkisráðuneytið hafi skilað áliti. Væntanlega hefur ráðuneytið skilað áliti til hans. Við höfum allavega ekki séð þetta álit, en við frásagnir Kristins af innihaldi þessa álits, þá væntanlega innanríkisráðuneytið búið að vísa þessu frá og ætlar ekki að gera frekar í málinu. Og ég held að það styðji bara málflutning okkar sem í meirihlutanum sitja, að við höfum staðið rétt að málinu, en það lítum við þannig á að við vorum að gera rétt og höfum að sjálfsögðu breytt þessu ef við höfum verið að gera rangt. Aðeins varðandi þetta með þennan bæjarstjóra, blessaða, hennan pólitíska bæjarstjóra. Ég var nú staddur út í Svíþjóð þegar ég held nú að bæjarráðsfundurinn hafi ekki verið lokið þegar bókun sjálfstæðismannanna var komin í fjölmiðla sem þeir voru að leggja fram á bæjarráðsfundinum. Ég las hana, eða ég fekk hringingu frá fjölmiðlafólki vegna bókunar sjálfstæðismanna sem átti að eiga sér stað í bæjarráðinu, en bæjarráðið var ekki lokið og bókunum var samt komin í fjölmiðla. Það að við værum að komin inn á rétt spor og farin að ráða pólitískan bæjarstjóra. Við ætlum að sjálfstöðu ekki að ráða skoðanlausan bæjarstjóra. Það var bara þannig. Og fyrir mér eru skoðanir pólitík. Það bara liggur alveg í hlutarins eðli. Fólk sem hefur skoðanir á málum er pólitískt fólk. Þannig að við ætlum að sjálfsögðu að ráða pólitískan einstakling, manneskju sem hefði skoðanir á samfélaginu sínu. En við ætlum ekki að hafa það þannig að ég eða Friðjón eða Gunnar yrðum bæjarstjórar. Við ætlum að láta faglegt ráðningaferli fara í gang og þetta faglega ráðningaferli átti síðan að ráða því hver í bæjarstjóri. Hvort hann yrði kona, kall, framsóknarmaður, sjálfstæðismaður eða eitthvað annað, það var bara allt annað mál.
og ég bara fagna því að þessu faglega ferli skulu vera lokið og við skulum vera komið hér með mjög hæfan einstakling sem ætlar að leggjast á sveið með okkur og taka á þeim erfiðu málum sem framundan eru. Þau eru ærin eins og Kristinn bendir hér á. Þau eru ærin. Það er ýmislegt sem þarf að gera á næstu mánuðum og misserum. Og ég fagna bara góðum liðsmaðinn í þennan hóp og ég fagna því að viðkomandi einstaklingur skulle vera pólitískur. Forseti, bæjarfulltrúar, velkomin tilbaka. Það er ljóst að stríðið er hafið. Það var fyrir hamförum og fyrir hann í ákvæðanótum og þakkar okkur og fagnar, en svo fer hann setur á sig stríðshanskana. Ég ætla ekki að svara bæðið var neitt sérstaklega hérna, ég held að Guðbrandur hafi farið yfir það, en mér langar þó að segja að í bæjaráði, þegar að þetta var til umræðu og kynnt var hverjir myndu vera teknir áfram í viðtöl, þá var líka lagður fram listi með umsækjendum sem sjálfstæðismenn fengu. Ekki var á þessum fundi lagðar fram nánar upplýsingar um hvern og einn, en það hefur það ekki verið vanin í bæjaráði í ráðningum undanfarin 4 ár, heldur hafa eingöngu þeir sem hafa farið inn í síðasta ferlið, spurningum 1 og 2, að þá hefur bæjaráð fengið nánar umsagnir. En ég er mjög stoltur af þessu ferli og ég tel að við höfum gert þetta akkurat eins og við sögumst alltaf að gera það. Ég þakka Kristni fyrir góðar óskir og góð orð um Kjartan. Mér þykir verra að maður sem hætti í pólitík fyrir 4 árum að menn skuli ennþá lita hann grænan og kalla honum allt í foráttu leið og þeir fagna honum. Ég skil ekki þá framkomu. Og það er eins og að fyrrum bæjaráðsmaður í Reykjanesbæ verði alla tíð kallaður pólitískur að því að hann var einu sinni í stjórnmálum. Eiga stjórnmálamenn enga möguleika? Er það þannig að hann verði ekki kallaður tónlistarkennari í aldri? Er það alltaf að verði framsóknarmaður inn? Það virðist vera eins og Böðvar vill hafa þetta, mér þykir það leitt. En nógu það, mér langar líka kannski varðandi orð Kristins hunsun og lýðræði og hótanir til okkar í núverandi meirihluta. Ég ætla ekki að svara þessu núna meira, en ég verð þó að segja það að framkoma Kristins í þessu máli hefur ekki verið honum til sóma og orðháttur og hótanir bæði til mín og framkoma í kringum allt þetta mál finnst mér ekki sóma bæjarfulltrúa. Ég verð að segja það. Við getum vel verið ósáttir í einhverju málum, en þau orð sem hafa verið notuð sem ég ætla ekki sjálfur að nota finnst mér ekki viðeigandi. Ég finnst ekki hægt að skilja við þetta þannig að við í ræðu Böðvars hafi komið fram að við fundið Kjartanum á allt til foráttu. Það er bara alveg kolrangt. Ég er alveg hæst ánægð með Kjartan Má, oft unnið með honum og við höfum aldrei átt annað en gott samstarf. Ég þekki hann ekki á neinu öðru en góðu. Ég er bara mjög spenntur fyrir að vinna með honum. Ég er bara að árétta. En ég vissi það líka að ef þú ætlar að ráða einhvern bæjarstjóra til að stýra stóru bæjarfélagi, þá verður hann aldrei skoðanlaus, hann verður aldrei algjörlega pólitískt hlutlaus. Ég er bara grunaði það ekki. En þessu var haldið fram í kosningabaráttu þeirra sem að mynda meirihlutann. Ég er ekki að segja að allir hafi gert það, en þetta heyrðist. Þessi frasa fór á loft að verða að ráða ópólitískan bæjarstjóra. Það náttúrulega var ekki hægt að standa við það. Þú færði ekkert skoðanalausa mann og ég veit að Kjartan Már er ekkert skoðanalaus. Hann var framsóknarmaður. Ég er ekki að finna það honum það til foráttu. Forseti virðulegur, já, vegna fyrstu orða formanns bæjarfulltrúa Breiðholts. Það er skollið á stríð. Þetta er leiðilegt. Þetta er ekkert stríð. Þetta á að vera samvinna. Þetta er erfitt verk framöndan. Það er töff
að sitja í bæjarstjórn Reykjanesbæjar og ég ætla ekki að vera í einhverju stríði. Hafi ég mist út í mér einhverju illa valin orð á einhverjum ákveðnum fundi, býðst ég afsökunar á því, en mér var misboðið á þeim fundi, gjörsamlega. Og ég get alveg tíunda það í góðra manna vinna hópi að hvers vegna mér var misboðið, og hefði þetta verið gert aftur og þá hefði ég örugglega verið látið þessi orð fjúka aftur. Þannig að ég hef gjörsamlega yfirminn hneykslaðar á ráðstöfun og afglöpum formanns bæjarráðs í meðferð þessara tillagna. Ég verð bara að segja það, ég stend alveg við það, ég get staðið við það hvenær sem og mun gera það þangað til að úr þessu verði bætt. Og ef við ætlum að eyða 4 árum í það, eins og hv. Bæjarfulltrúi Guðbrandur sagði hér áðan, þá lýst mér ekki á það. Ég ætla ekki að vera hér í 4 ár að taklast um lýðræði eða ólýðræði í Reykjanesbæ. Það gengur ekki. Það verður að gerast helst á þessu ári. Aðeins út af orðum Kristins hann ætlar ekki að sitja hérna í 4 ár í þessu ólýðræðislega, hvað er maður að segja, ástandi. Þá vil ég bara minna þess að það er ekki eins og Kristinn sé nýr í bæjarstjórn Reykjanesbæjar. Þessi bæjarmálasamþykkt hefur verið lifandi plagg alveg frá því að Kristinn kom inn í þessa bæjarstjórn. Og honum hefði svo sem verið í lógalagi sjálfum að breyta þessu á sínum tíma. En þegar það hendar honum, þá á þetta að rjúka til. En ég get alveg sagt það, Kristinn, að ég ætla að leggja áherslu á það og mun gera það tillögu minni að það verið önnur verk unnin áður en að við förum í það að breyta bæjarmálasamþykktinni. Við þurfum að taka verulega til í fjármálum þessara sveitarfélags og það er það verkefni sem að liggur þyngst á okkur og við munum auðvitað bara ráðast í það eins og kostur er og þegar því og við erum komin á beinabrautina hvað það varðar þá getum við farið að skoða önnur verkefni sem að vissulega eru þörf en verða bara að bíða betri tíma. Auðvitað er það alveg rétt sem að hér kemur fram að það er engin ópólitískur maður sem að vill taka þátt í rekstri bæjarfélags. Það er ekki hægt að hugsa sér það. Hitt er annað mál að við sögðum alltaf allavega í okkar framboði að við vildum ekki ráða fulltrúa úr bæjarstjórn sem bæjarstjóra. Það var alveg skýrt og það var inntakið. Við vildum fá samsagt aðila sem væri utanaðkomandi og það hefur ræst með því að reyndar situr engin hérna núna en hann mun fylla þennan stól vel þessi ágæti bæjarstjóri sem við höfum ráðið. Mér langar síðan aðeins að gera orð Kristins aftur og þetta er síðan skýrt sem ég mun taka þátt í umræðum þetta sérstaka mál. Það er það að hann byrst afsökun á því sem hann hafi sagt og ég ætla ekki að hafa þau orð eftir en hann mun nota orðin aftur ef svo ber undir. Þetta er einn flottast afsökunarbeiðni sem ég hef heyrt. Ég verð að segja það. En það sem er alvarlega í þessu máli er það að ég hef nú starfað með Kristni í 4 ár í bæjarstjórn og við höfum mikið samstarf á sínum tíma og ég held hann hefði aðra sýn á mig heldur en það að ég gerði sífellt afglöp eða væri ólýðræðislegur. Ég sýndi honum í öll okkar samstarfi, bæði kjöri í byrjun og á þessum 4 árum að ég var alveg tilbúin að vinna mikið með því félagi. En það sem ég langar að segja er það að meirihlutinn tók ákvörðun í bæjarráði og þar við situr. Þannig að þegar við erum að tala um lýðræði þá felst lýðræði meðal annars í því að minnihlutinn sætt sig við þá niðurstöðu sem meirihlutinn tekur. Það ætla Kristinn auðvitað ekki að gera. Er þá hv. Kristinn lýðræðisinni? En að orðum Friðjóns að þá hef ég ekki kvartað undan afglöpum hans nema á þessum tiltekna bæjarráðsfundi. Ég tek alveg undir orð hans áðan að við höfum átt mjög gott samstarf og farsælt samstarf í minnihluta á síðasta kjörtímabili og ég á von á því að verði allavega að minni hálfu sama samstarfi hér. Ef hann hefur ekki tekið afsökun mína
nema að hálfu leyti að þá virði við það við hann, en ef hann ætlar að viðhafa sömu vinnubrögð, svo ég verði bara skýrar það, eins og að viðhafi í þessum tiltekna bæjarráðsfundi, að þá ég er kannski þroskaðri maður eftir þessi viðskipti við hann á þeim bæjarstjórnarfundi eða bæjarráðsfundi, og kannski kann halda mér til hérs eða hafa taumhald á tungu minni ef að svo ber undir, en ég verð alveg bálreiður eins og við þessi áklöf sem hann viðhafið á bæjarráðsfundinum. Það er alveg ljóst að þessi orð mín hér í upphafi hafa greinilega hitt menn svolítið illa fyrir, og menn komið hér í gríð og verk við að afsaka opið og gagnsætt ráðningaferli sem að greinilega hefur einkennst af blöðum sem lögð voru fram í trúnaði, óskum nafnleynd og einhverju sem lagt var fram í lokin og ekki var sendt út til bæjarráðs. Ég ætla aðeins að útskýra þetta. Hér var nefnt að umsækjendur stöðuna, nafnalist umsækjendur stöðuna hefur verið lagður fram, hann var reyndar þá þegar kominn fram í Víkurfréttum, en þá búið að taka út ákveðna einstaklingar sem höfðu óskað nafnleyndar sem að hér var nefnt. Það er rétt að geta þess að umsækjendur opinberar stöður mega ekki óska nafnleyndar, það er að segja að það er að minnsta kosti ekki heimilt að halda þeirri leynd samkvæmt lögum, upplýsingalögum. En menn tóku þó greinilega þá ákvörðun að gefa þá einstaklingum kost á því að draga umsóknir sínar tilbaka. Þetta voru nú hið opna og gagnsæja ferli í þessu sambandi. Það var líka nefnt hér að það hefði verið greint frá því í trúnaði á bæjarráðsfundi sem að vissulega ég satt ekki hverjir hefðu verið kallaði til viðtals. En það var í trúnaði. Það var svo gagnsætt. Og á síðasta bæjarráðsfundi var lagt fram blað frá Hagvangi sem að Guðbrandur nefndi hér í sinni ræðu. Það var ekki sendt út og ég hef ekki aðgang að því. Það var lagt fram og það var lagt fram í trúnaði. En ég minnist þess nú ekki að í því bréfi hafi komið fram að fulltrúi Hagvangs hafi setið þessi viðtöl. Það komið mitt ekki held ég fram hverjir sátu viðtöl. Það kom ekki fram hverjir voru kallaðir í það. Og þess vegna var ég bara bend á að þetta ferli er ekki gagnsætt og opið eins og menn töluðum í meirihluta eða málefnasamningnum sínum sem að menn alltaf greinilega standa við, en eru þó búnir að brjóta nú þegar 1 af 5 greinum. Mér finnst ástæða líka til að nefna hér þegar að menn komu upp bæjarfulltrúar og segja að hér hafi verið brotin sveitarstjórnarlög, án þess að útskýra það eitthvað sérstaklega, þá fer ég nú fram á að það sé gert. Ég er ekki tilbúin að sitja undir því hér meðan ég sakar það að hafa brotið sveitarstjórnarlög. Og ég óska eftir því að það verði þá minnsta kosti upplýst, hvort sem það verði gert hér í þessu ræðustóli, en menn verði þá upplýstir það hvaða lög menn hafa verið að brjóta í því samhengi. Ég ætla líka að segja hér vegna orða Friðjóns Einarssonar og nefni það hér að svo túlkun að ég hafi fundið Kjartanim á allt til foráttu, það er túlkun Friðjóns Einarssonar. Ég taldi mig tala hér mjög jákvætt og vel Kjartan Má Kjartansson. Og það var ekki meint á nokkurn hátt öðruvísi. Og ef það er túlkun Friðjóns Einarssonar að þau orð að hann hafi verið framsóknarmaður sé að finna honum allt í foráttu, og þá er það túlkun Friðjóns Einarssonar ekki mín. Ég vil að það sé alveg á hreinu. Og ef að Friðjón Einarsson heldur það að ég hafi farið hér hamförum í þessari ræðu, þá hefur hann ekki séð mig í hamförum eða fara hamförum.
En bara vegna orða Böðvars, ég ætla bara að segja við Böðvar núna að það mun koma í ljós núna á næstu vikum að menn hafi ekki staðið að rekstri þessa sveitarfélags eins og sveitarstjórnarlög segja fyrir um. Það varðar framsetningu á áætlanagerð og öðru slíku sem að mun verða farið yfir með þér í framhaldinu. Ég þarf ekkert að skýra það neitt frekar núna, en það mun leiða það í ljós að það var ekki farið til sveitarstjórnarlög.